Góðan daginn og þá komið að þriðja kafla og þetta kaflinn þroskaferil barnsins og þá bara skellum við okkur á stað, beint í fjörið og það bara allt að gerast hjá mér. Fyrstur það Sigmund Freud sem var upp á tímabilinu 1856 til 1939 og það kannast allir við Freud, það þekki allir eitthvað í sambandi við Freud, hvað sem það svo sem og hann á mikil ítök í sögunni. Margt af því sem hann með þykir gamaldags í dag en það sama, það samt ákveðnir hlutir sem við verðum að líta til þegar við lítum til hans. Hann vildi meina að sálarlífið á sér rætur í líffræðilegri orku hvatana sem annars vegar kynhvötin og árásarhvötin. Þetta séu sterkustu tvö öflin í hverri manneskju. Hann talar 5 skeið þroskaferilsins. Það munnstigið, það þermistigið, völsastig, lægðastig og kynþroskastig. Hann svona allur pingulítið í þessari kynhvatar dæmi, sem bara allt í lagi, þetta bara hans dæmi. Vitundin skiptist síðan í undirmeðvitund og meðvitund og þetta náttúrulega það sem við þekkjum. Það annars vegar það sem við vitum eitthvað staðar hérna bakvið og mallar eitthvað og svo það sem við erum meðvitum og að gerast. Það þrískipting persónuleikans sem það sjálfið og það yfirsjálfið. Það varnarhættirnir sem eru aðferð sjálfsins við að draga úr kvíða. Annars vegar þá bælum við hluti niður og hins vegar það árásargirnin, að ráðast á, berjast, bara koma hlutunum frá sér. Síðan næsti gaur, það George Herbert Mead. Hann gerir grein fyrir þróun sjálfsins og hann telur upp að sjálfsins vera þegar barnið byrjar að aðgreina sjálfið frá umhverfinu með táknum. Ég, minn, ég sjálfur, eiginöfn. Og þið sem eigi börn eða hafa unnið með börnum, þið áttu ykkur á að það ákveðið skeið þar sem þau ekki að tengja við sig. Svo allt í einu gerist eitthvað. Og þá byrjaðu að segja, þetta mitt og þau verða mjög upptekin af því á tímabili. Með því að setja sig í spor annara eins og birtist í hlutverk og hermileikjum, þá getur barnið séð sig sjálft með augum annara og það verður annara og það verður þá hluti af sjálfsmyndinni. Svo það Piaget, eða Jean Piaget, sem hann lifir nú alveg ótrúlega lengi, ég var ekki búin að átta mig á því. 1896 til 1981, það bara slatti maður. Jæja, vitsmunalíf barna virðist taka breytingum á svipuðum aldri. Það að segja, börn á svipuðum aldri virðast vera, þar vitsmunalífið að breytast. Það það sem þessi setning meinar. Aðferð hugsunar breytist stig af stigi og þetta eru 4 þroskastig. Það skynhreyfistig sem 0 til 2 ára, það foraðgerðastig 2 til 7 ára, stig hlutbundinna aðgerða 7 til 11 ára og stig formlegra aðgerða sem 12 til 15 ára. Og Piaget mjög þekktur í heimi uppeldisfræðinnar og það yfirleitt alltaf, hans kenningar það mjög mikið byggt á kenningum hans. Helsta gagnrýnin sem hann hefur fengið að hann hefur verið að skoða mjög fáa einstaklinga og í raunin ekki hægt að, eða þetta gagnrýni, ég ekki að segja hvort ég sé sammála eða ekki, aldursskipting stigana ekki eins klift og skorin eins og hann hélt fram. Það ekki bara þegar barnið verður 2 ára þá fyrir eitthvað annað að gerast og þegar barnið verður 5 ára eða 7 ára eða eitthvað. Þetta auðvitað einstaklingsbundið. Verkefni stigana skarast og kenning Piaget leggur of litla áherslu á félagsleg samskipti. Hvernig félagsleg samskipti geta breytt og bætt ýmsum hlutum. Síðan það Kohlberg og siðgeðisþroskinn. Hann skiptir vitsmunaþroskanum í 3 viðhorf sem hvert sig innihélt 2 stig. Og hann byggir sínar kenningar á kenningu Piaget. Og hann talar að það megi skipta siðferðisþroskanum í 2. Upp að 10 til 12 ára líta börn á reglur og lög sem algildan sannleika, en eftir það lög og reglur afstæð. Og ef maður lítur svona aðeins á, ef þekki ykkur börn á þessum aldri, að þá börn upp að ákveðnum aldri og þá við að tala heildina, við erum ekki að tala einstök börn, auðvitað frávik til og frá, bara eins og í öllu, að þá það ofsalega upptekin af reglum og maður á að gera svona, en ekki svona. Og svo breytist eitthvað, þar sem þau fara að reyna að teygja sig aðeins út. Kenning Kohlbergs byggir á viðbrögðum fólks við klípusögum, en ekki hvernig það bregst við raunverulegum aðstæðum. Hann talar skeið siðgeðsþroskans
Og þar fyrsta lagi forskeið hefðbundið siðgæðismat. Þetta bara alveg munnfylli, sko. Forskeið hefðbundið siðgæðismat. Hér skilur barnið siðferði út frá því hvort því fylgir umbun eða refsing fyrir það sjálft. Á stigi 1, verknaðurinn metinn réttur rangur út frá líkamlegum afleiðingum. Stig 2, rétt hegðun svo sem uppfyllir persónulega þarfir. Ef ég ger eitthvað fyrir þig, þá gerir þú eitthvað fyrir mig í staðinn. Síðan það sem hann kallar hefðbundið siðgæðismat. Mikilvægt að fullnægja væntingum annarra, vina eða samfélagsins meira heldur en að fullnægja eigin þörfum. Og á þessu stigi þá börn ofsalega upptekin af vinunum, hvernig þau fallin í hópinn. Og það skiptir ekki máli hvað þeim langar eða hvað þau langar að gera. Heldur það hvað hópurinn ætlar að gera. Og þriðja stig sem myndi þá falla undir þetta væri að góð hegðun sú hegðun sem vekur ánægju hjá öðrum. Og fjórða stig, góð og rétt hegðun felst í að fylgja lögum og reglum samfélagsins. Og þá við að tala sem sagt, getur samfélagið verið, í þessu tilfelli verið bara vinahópurinn. Þannig að rétta hegðunin sem ég að gera, það hegðunin sem að vinahópurinn samþykir. Síðan þriðja stigið sem sjálfstætt siðgæðismat. Hér leitast við að skilgreina siðferði án tillits til valdhafa, siðferði afstætt. 5. stigið. Það í lagi að brjóta lög við sérstakar aðstæður. Öll heyrt þetta. 7. stig. Að breyta rétt að hegða sér í samkvæmi við eigin siðalögmál, jafnvel þó þau stangist á við lög og reglur samfélagsins. Þetta höfum við líka heyrt. Síðan við að tala Selman. Hann hefur mest rannsakað félagsþroska barna og unglinga og hann leggur megin áherslu á félagsskilning eða social cognition sem hæfni til að setja sig í spor annarra, skilja sjónarmið þeirra og samhæfa það sínum eigin. Selman tók viðtöl til að kanna hvernig skilningur og viðhorf barna þroskast í tengslum við samskipti. Og hann talar siðferðisþroski sé í 5 stigum eða þrepum eða kannski 6 af því hann líka með 0. stigið. Og þar einkennist hegðun hvatvísi án ígrunduna aðeins til að sinna eigin þörfum sem eru náttúrulega ungabörn eða smábörn. 1. Það einhliða sjónarmið. Öll samskipti eru skoðuð út frá eiginhagsmunum. Hvernig gagnast þetta mér? Til dæmis í leikjum þar sem annað barnið stjórnar alveg ferðinni. 2. Þarna vottar aðeins fyrir tvíhliða samskiptum. Að hafa vin sinn góðan svo leiki við mig. Hér eru eiginhagsmunirnir ennþá ríkjandi. Gagnkvæmni í samskiptum. Hér á það langtíma sjónarmið með ferðinni þar sem traust og trúnaður ríkir vinátt á milli manna. 4. Fólk tekur tillit til þess að samskiptið þroskast og geta breyst með tímanum. Hér samþættast ólík sjónarmið, háð persónuleika og aðstæðum hverju sinni. Og 5. Vináttubönd treyst og frelsi til að mynda ný vináttusambönd. Kekan með tilfinningaþroska. Hann segir tvenns konar tilfinningar sem valda togstreitu á öllum þroskastigum allt lífið. Það annars vegar þörfin fyrir að sameinast og vera hluti af umhverfinu og hins vegar að vera einstakur, ólíkur öllum öðrum. Þetta eru þessar 2 þarfir sem alltaf að brjótast eða togast á milli. Sjálfið klekst út úr hinu fyrra sjálfi, líkt og þegar ungi skríður út úr eggi, svona eins og babúskan. Á hverju þroskastigi lítur einstaklingurinn á fyrri þroskastig sem ófullnægjandi í ljósi meiri þroska, því nú ég orðinn svo þroskaður að allt hitt var bara svona eiginlega, það var bara þegar ég var lítill. Stuðningur á hverju þroskastigi skipta miklu máli í þroska sjálfsins. Og það gerir það. Við sjáum það alveg eins og með börn og annað, maður þarf alltaf að vera að styðja og styrkja. Tilfinningaþroskin áfram, þá það sjálfsvitundin. Rannsóknir hafa sýnt að 8 mánaða aldur sína börn hræðsluviðbrögð gagnvart ókunnugum. Þetta náttúrulega verið að tala heildina núna. Börn sýna yfirleitt minni eða engin óttaviðbrögð gagnvart öðrum börnum á svipuðum aldri eða yngri. Svo skrítið með það. Grunnur að samkennd sjálfsvitund. Sjálfsvitundin leiðir af sér afbrýðisemi, skömm, sektarkennd, stolt, meðaumkun með öðrum mönnum. Wolf telur að samhliða aukinni sjálfsvitund þá þróist meiri samviska. Börn nota sína innri rödd sem var í upphaflega rödd foreldrana. Þau taka bara skoðunni foreldrana og halda henni áfram. Sumir komast aldrei út úr þessu skeiði og halda áfram að þylja komin ólíksár og eru áfram bara með raddir foreldrana. En þau nota sína innri rödd til að setja sér mörk gagnvart freistingum og löngunum og það okkar náttúrulega að styðja þau þannig að þau komist á þetta skeið. Séu ekki alltaf að bara segja það sem við segjum, heldur þeirra langanir og annað. Það kom í gegn. Tvíbenta tilfinningar, það afturhvarf.
Þegar barn lendir í erfiðum aðstæðum hverfa þau oft til hegðunar sem var ríkjandi á fyrri þroskastigum. Og það er mjög mikilvægt að foreldrar ræði við börn sín þegar börnin upplifa erfiða tilfinningar frekar en láta þau finna til sektarkenndar. Óþekktinn getur verið kallað hjálp og hlýju vegna þess að tilfinningalegum þörfum hefur ekki verið fullnægt og þetta er mjög mikilvægt að hafa í huga þegar maður er að vinna með börnum. Að þegar eitthvað svona er í gangi, við förum í gegnum ákveðna hluti þegar við förum í seinni köflum, þegar við förum í skilnaðnum og áföllum og annað og þá komum við aftur yfir í þetta að börn bregðast oft við allt öðruvísi heldur við reiknum með. Það er ekki alltaf að börn fari inn í sig og hætta tjá sig. Það er líka það bara þau verða óþekk og þau fara að gera alls konar hluti til að láta taka eftir sér og vilja og svona sem er þá ákveðið ákalla hjálp. Tilfinningar og félagatengsl á skólaaldri. Í miðberskunni, það er 6-12 ára, þá stækkar tengslanet barnsins. Það fyrir skóla, það er í íþróttum og það eyðir miklu meira tíma með jafningjum heldur en það gerði áður. Vinsældirnar, frammistaði skóla og íþróttum og fleiri þættir sem hafa verulega áhrif á sjálfsmyndina. Allskins leikir og smá athafnir sem eru svona, hvað við kalla helgisiðir eins og voru í henni gamla daga og barnið getur upplifað misræmi á milli andlegs þroska og ytri krafna. Það ræður ekki við það sem er að krefjast af þeim þó það vilji gera það en það ræður ekki við, það er ekki komið á þetta þroskaskeið. Úlingsárin og tókstrættal tilfinningana. Verkefni úlingsáranna felast meðal annars í að tengja saman sterka kynhvöt og dýpri tilfinningar, mæta kröfu samfélagsins, undirbúa sig fyrir lífsstarfi og geta verið fullgildur þjóðfélagsakt. Og þetta eru rosalega mikil verkefni og mikil tókstræta sem getur verið þarna milli og það er fullorðina að hjálpa úlingum að komast í gegnum þetta skeið. Átök á úlingsárunum eru fyrst og fremst að leita í breytingu sem verða í líkama og á hormónastarfsemi og það eru hluti sem þau náttúrulega ráða ekki við. Tókstrætan stafi að breytingum á vitsmunalegri starfsemi og þroska heilans. Úlingurinn kemur auga á allskyns misræmi sem gerir hann óöruggan. Hann getur efast trúverðugleika þess sem hann áður taldi óskeikurt og satt. Til dæmis að foreldrar hafi alltaf rétt fyrir sér eða kennarinn hafi alltaf rétt fyrir sér eða einhver aðili sem þau hafa trú á treyst. Farsæl úlingsár byggja á stuðningi og umönnun að heiman. Það er bara mjög mikilvægt. Diana Baumrind, hún talar áhrif uppeldishátta á þroska barna, hvernig foreldrar stjórna börnum sínum og hvernig þeir nota skýringar í samskiptum við þau. Og þar eru leiðandi foreldrar, skipandi foreldrar og eftirlátir foreldrar. Erik H. Eriksson, nú erum við alltaf að setja árin inn aftur. 1902 til 1989. Eriksson leggur áherslu á félagslega skýringar í sinni kenningu. Og kenning nær yfir allt æviskeið frá vöggu til grafar og hann talar 8 skeið þar sem einstaklingurinn þarf að takast á við óflýjanleg vandamál. Og hverju einasta stigi þá hefur úrlausnin áhrif á framvindu þroskaskeiðsins, hvernig því gengur áfram. Einstaklingurinn að finna sína sjálfsmynd og varðveitana. Þetta eru þroskastigin 8. Fyrsta stiginu þá traust og vantraust. Það er semst 0 til 1. Ef barnin ekki sýnd hlýja og umhyggja er hætta á kvíða og óöryggi. Þetta er rosalega mikilvægt. Annað stig, það er sjálfstæði og óvissa. 1 til 3. Ef ýtt undir viðleitni barnsins til að skoða umhverfi sitt, styrkir sjálfstraust og sjálfstæði. Og 3. stig, þá kemur inn frumkvæði og sektarkennd. Það er 3 til 5. Viðurkenning foreldra og athafnasemi ýtir undir frumkvæði. Skammir og of stífur rammi vekur sektarkennd. Þau verða að fá að finna hvað þau geta og hvað þau mega, án þess að rammi sé allt of stífur og við sem stökkum til alveg bara í hver skipti sem þau gera eitthvað. 4. stigið, 6 til 11, að þar komið virkni og vanmáttarkennd. Barnið upptekið við að prófa sig áfram og læra. Viðurkenning og hvatning ýtir undir virkni en ef foreldrar eða kennarar gera lítið úr barninu þá upplifir það vanmáttarkennd. 5. stigið, það er sjálfskennd eða brotið sjálf. Úlingsárin. Spurningar eins og hver er ég og hvað get ég vakna upp. Ef úlingur fær ekki stuðning og næringu þá brotnar sjálfsmyndin. Þá nær hún ekki að þroskast áfram. 7. stigið, þetta eru fyrri fullorðinsárin, að þarna eru náin tengsl og einangrun. Hér þróast náin tengsl við aðra. Ef tengslamyndun bregst verður einmanaleiki.
Og það er svolítið hérna, þetta er svolítið, já. 7. stigið, sköpun og stöðnun, þetta eru seinni fullorðinsárin. Það er jákvæð lausn á 7. stigi, gerir fólki kleift að huga að næstu kynslóð. Og að lokum 8. stigi, heilsteypt sjálf eða örvænting. Og þetta eru efri árin, sem sagt allra síðustu árin. Þeir sem verða heilsteyptir hafa leyst fyrri stig farsælega og eru sáttir við lífið. Abraham Maslow, hann var með mannúðarsálfræðina. En mannúðarsálfræðin leggur áherslu á sérstöðu einstaklingsins, möguleika hans og innra afl. Maðurinn er frjáls, skapandi vera. Áherslu á þroskabraut einstaklingsins og fullnægingu þarfanna. Fullnægja verður grunnþörfum áður en æðri þarfir fá að njóta sín. Einstaklingurinn er knúinn áfram að innra afli til að fullnýta möguleika sína og verða framúrskarandi. Og áhugahvötin er tvenns konar, hörguls áhugahvöt og vaxtar áhugahvöt. Hér er píramídin hans Maslow. Hann talar sem sagt grunnþarfir, þær eru hérna alveg neðst sjáiði, það eru hérna grunnþarfirnar, það er öryggi, það er ást og að tilheyra einhverjum, það er sjálfstraust og virðing hérna og svo er það sjálfsbirtingin eða lífsfyllingin hérna. Þetta eru sem sagt grunnþarfa píramídi Maslows og þetta er eitthvað sem þið verðið að kunna skila á. Þið þurfum ekki að kunna hann utan að það þannig, en þið þurfum að vita hvað er þegar verið að tala píramída Maslow, hvað er verið að tala. Svo erum við með John Bowlby. Heilbrigt sálarlíf byggist á því að einstaklingur alist upp við hlýtt, náið, samfellt samband við móður. Hlutverk föður er að styðja við uppeldishlutverk móður. Umræður leikskólagöngu barna og stöðu konunnar í þjóðfélaginu voru litaðar af áhrifum Bowlbys. Fyrstu 6 mánuðirnir í lífinu er tímabil sem virðist vera minna áhættu samt varðandi aðskilnað. Af þessari ástæðu er æskilegt til dæmis að ættleiðing eigi sér stað innan þessara tímamarka. Þetta ég ætla að koma með sér fyrirlestur tengsl og annað varðandi ættleiðingar. Þegar við kemur aðeins seinna inn. Hættulustu tímabilin fyrir aðskilnað virðast vera 7 til 8 mánaða í lok fyrsta ársins og aftur 2 til 3 ára. Gagnrýni á John Bowlby hefur verið að aðstæður barnanna í rannsóknina hafi verið ófullnægjandi. Það hafi verið lítil örvun og fátt og illa menntað starfsfólk, þannig að þau hafi ekki vitað hvað þau voru að gera. Sænskar langtímarannsóknir sýna að þar sem börn hafi á fyrsta árinu dvalist allan daginn á leikskóla við góðar aðstæður, hafi börn sýnt betri félagslega hæfni heldur en börn sem ekki hefðu dvalið svona unga á leikskóla. Samband foreldra og barna er gagnkvæmt. Mæður eru mishæfar til að mynda tilfinningasamband. Það er ekki gefið að það að vera móðir sé það nóg til þess að þú myndir tilfinningasamband. Faðir getur myndað alveg jafn gott tilfinningasamband eins og móðir. Rannsóknir benda til þess að börn sem hafa notið góðs atlætis og öryggis fyrsta árið þola betur álag seinna meir. Fyrstu tilfinningatengslin. Ekki hefur verið sýnt fram á hvort samskipti foreldris og barns eftir fæðingu skipti miklu máli. Samband foreldris og barns er gagnvirkt. Áður voru aðalega skoðaðir þættir foreldra, ekki gagnvirknin á milli þeirra. 0 til 3 mánaða barn byrjar að brosa og gerir ekki greinarmun á fólki. 2 til 7 mánaða barnið brosir aðeins til kunnugra, byrjar að sýna hræðslu við ókunnuga. 3 til 10 mánaða þá eru konar samræður, leikir og aðskilnaðarkvíði. 9 til 18 mánaða tjáning og þarfir barnsins verða virkari, sjálfið og tilfinningarnir byrja að þroskast. Og svo 18 til 36 mánaða þá eru konir tvíbenta þarfir, það þykjustu leikir og þróa tákkerfi. Hér getum við séð myndir af mismunandi tilfinningum barns, það er joy, það er sadness, það er anger eða reiði og það er fear, surprise og pride. Börn sýna alltaf í útliti hvernig þeim líður, eða ekki alltaf, en mjög oft. Þá getur maður séð hvernig barnið líður bara á því hvernig það lítur út. Tilfinningatengsl og aðrir. Styrkleiki eins sambands getur vegið upp veikleika annars. Til dæmis ef það er lítið samband við annað foreldrið, ef að hitt foreldrið er með góð tengsl, að þá getur það vegið upp á móti. Geðtengsl skaðast ekki þó fleiri en einn aðili annars barnið. Það sem skiptir máli er að barninu sé sinnt andlega og líkamlega. Samverustundir skipta miklu máli. Óregla, ósætti, geðraskanir foreldra, losaralegu rammi, þetta allt getur haft mjög neikvæð á tilfinningalíf barnsins. Samkennd. Margrét Öhman talar að samkennd sé það mikilvægast í uppeldi og að hún byggist á sjálfsvitund. Því betur sem við gerum okkur grein fyrir eigin tilfinningalífi, því betur skiljum við aðra. Ef ég skil ekki hvernig ég fungera, hvernig á ég þá að geta skilja hvernig aðrir að fungera?
Samkennd er hæfileikinn til að geta lifað sig inn í aðstæður annara og skilja hvernig þeim líður. Sýnir aðgát í nærveru sálar. Barnið lærir samkennd af innbyrðis samskiptum milli fjölskyldumeðlima. Þau læra á það hvernig fjölskyldumeðlimir að tjá sig og hvernig þeir akta saman. Skortur og samkennd er einkennandi hjá siðblendum afbrotamönnum, nauðgurum og barnaníðingum. Þeir ná ekki að sýna samkennd með öðru fólki. Þeir sjá ekki hvernig öðru fólki og geta ekki sett sig í spor annara. Já, og þá erum við bara búin aftur. Þetta er bara ótrúlega skemmtilegt. Takk fyrir mig.